Hjálmar, kæra þakki fyrir kynninguna. Apró, takk fyrir frábæra ráðstefnu. Doktor Kristoff hjá AWS sagði áðan þegar fólk heldur svona fyrirlestara, þá byrja yfirleitt á því að segja ykkur sögur, koma skemmtilega staðreyndir, reyna að segja eitthvað fyndið. Í Japan það þannig, undantekningarlaust, að fólk byrjar á því að afsaka sig. Það talar að það vita nú mjög lítið viðfangsefnið og skilur nú ekki alveg af hverju því var boðið og þetta sérstaklega við þegar japanskir Nóbelsverðlaunahafar mæta eitthvert, þá taka þær þessa línu. En við Óli, við vorum beðnir að koma hingað að tala hagnýtingu gervigreindar trip2japan.com sem ein mest vaxandi bókun síðan í Japan í dag. Við fáum 20.000 heimsóknir í mánuði. Stærsti mánuður okkar hingað til hefur verið 260 milljónir og við vorum svo frekar nýtilkomið fyrirtæki, stofnuðum í apríl 2023 með stuðningi íslenska vísisjóðsins Brunner Ventures og tveggja japanska vísisjóða, Shiseng Capital og Monex. Og svo ég fá svona hefði þetta eins og hefðbundið í Japani, þá væri bara að viðurkenna það, ég veit mjög lítið gervigreind og þess vegna Óli með mér. En eins og Hjálmar nefndi, þá ætlum við að gera þetta þannig að Óli fer svona yfir hvernig við þróum vöruna með stuðning gervigreindar, á meðan ég fer yfir það hvernig gervigreindin að nýtast okkar viðskiptavinum með því að bóka heila ferð til Japans. En eins og Hjálmar byrjaði í morgun, þá bað hann allavega rétt upp hönd. Og ég ætla að fá að gera svona sama moment, ég ætla að biðja allavega rétt upp hönd sem hafa séð á streymisveitunni Disney Plus, sjónvarpsþættina Shogun. Má ég sjá. Þetta nú frekar gott. Ég var á Rotary-fundi í síðustu viku og lyfti enginn upp hönd. En það sem áhugavert við þessa þætti að þeir sem fjalla upphaf Edo-tímabilsins, sem frá 1603 til 1867, þegar Japan lokaði í 3 aldir. Og það sem áhugavert í þessu samhengi að þetta gerðist aftur, ekki í 3 aldir, heldur í 3 ár, í COVID. Japan algjörlega lokaði fyrir ferðamönnum og öllum sem vildi fara inn í landið. Og það var mikil uppvöxtur í ferðamanna'iðnaði fyrir COVID og síðan bara hrundi allt. Og síðan þegar við fórum með Trip2Japan í loftið, þá sprakk allt upp. Og við áttum okkur á því þegar við vorum að skoða Japan, að Japan rosalega aftarlega þegar kemur að stafvæðingu ferðaþjónustu. Og það svona ástæða fyrir því að við fórum inn á þennan markað á sama tíma Ísland alveg rosalega framalega. Og við erum mjög stolt af því að segja að við erum fyrsta bókunarvél heims saminar allt ferðaflæðið í einni AI-upplifun. Þið getur bókað hótelin, lestanmiðana, afþreyingarnar og setta saman í eina ferðaáætlun og bóka þetta allt í einni körfu og það svona beauty við hennar business þetta bókast allt sjálfkrafa. Það eiginlega ekkert back office. Og við viljum líka meina að við séum 3. kynslóð Travel AI, fyrsta raunverulega Travel AI upplifun. Þið þekki fyrstu kynslóðina sem svo ótrúlega pirrandi bottar sem allir hata, en síðan breyttust tímar mjög mikið með tilkomu ChatGPT og sambærilegra hugbúnaðar og fyrirtæki sem notuðu þá tækni. En þið kannski hafi fundið að þegar þið notið ChatGPT þá kemur bara ótrúlega svona langur texti og það ætla að bóka eitthvað, þá eru sendir á aðra síður. Og eins ChatGPT og sambærilegar síður engin sérstakir sérfræðingar í Japan. Ég þekki mörg dæmi þar sem fólk að nota þessi tól og enda á hótelum við flugvelli. Í huga okkar við manneskjur, við vitum það að flugvallahótel eru versta hótelin, en í huga mótel það kannski bestu hótelin. En það hefur verið áskorun á okkar mati og við viljum meina að við séum 3. kynslóðin að því að okkar lausn býður upp á það að þið getur bókað beint úr okkar birgðakerfi. Við köllum þetta ferðaáætlunarsmið sem aðstoðar okkar viðskiptavini við að búa til ferðina, kemur konkrét tillögur og tillögur sem byggðast okkar djúpu þekkingu á Japan og sama tíma eru búin að byggja upp samfélag af áhrifavöldum, sérfræðingum Japan sem okkar plattformi sem komið konkrét tillögur sem fólk getur nýtt og gervigreindin okkar leggur til. Og ég vil fara bara mjög hratt yfir hvernig síðan virkar.
þið sjáu strax hér að þetta fyrsta síðan sem leyfir fólki að bóka marga leggi í einu, ég held að það bara einn leggur, síðan svona AI prompter fyrir ofan sem fólk getur skrifað inn sína svona óskaferð og markmið okkar að fá fólk til að nota gervigreind tól okkar eða ferðaáætlunarsmiðin sem hana hægra megin, en fólk fyrir yfirleitt bara svona að skoða einhver hótel og við erum að reyna að ná til fólks, herri við hefum hjálpað eitthvað, fólk fyrir yfirleitt, herri ég ætla að finna eitthvað hótel fyrir að vinna í því svona sjálft eins og það gerir á Booking, velur eitthvað herbyggi og þá reynir ferðaáætlunarsmiðurinn okkar að grípa og segja, herri hvað með þetta og hvað með hitt og þá reynir maður að svara móti, herri ég var að hugsa þetta hótel, getur borað saman eitthvað önnur hótel, já hér önnur sambærileg hótel, segir smiðurinn, herri ok, þú nefnir eitt hver svona samanburðin, jú, þetta hótel sem þú ert að skoða, það er aðeins betur rating, aðeins meiri stemning og maður segir, herri, mér líst bara vel á það og þá tekur þá tillögu og setur inn í þína ferðaáætlun. Fyrir ykkur er þetta kannski ekki mikið, en það er enginn í heiminum búinn að leysa þetta. Sama með ferðaáætlunina sjálfa. Maður hugsar, já, herri, ég ætla að búa til hérna daga, ferðaáætlun og skoða þessa ferða, hér allir áhrifavaldarnir okkar, hér Joe McGregor sem búin að búa í Japan 20 ár, hún har fullt af fallegum börnum í Japan, svona fjölskyldumanneskja, hér hennar tillögur hvað sniðugt að gera, ákveðna dag í Japan, hann tillögur hennar í Hakone og það sem fólk getur gert, það getur sagt, já, herri, þessi Joe McGregor, hún svona fjölskyldumanneskja sem ég ætla að skoða hennar tillögur, dagur 1, hann svona dálítið crowded, herri, ég teka sig hennar bara dag 2, hann hljómar svona minn dagur eitthvað, ég ætla að bæta honum við, en það sem, að því við erum með þetta samfélag áhrifavalda, það sem er sniðugt við þetta er að þegar hún skoðar tillögur, þá sér hún hvað allir hini áhrifavaldarnir hafa verið að segja tillögur Joe og staðinn og þá sér hún kannski, takk þetta stríð, það er alveg ótrúlega margt fólk, ég ætla bara að taka hann út og þessi veitingastaður, ég ætla að fara aðeins fyrir hann, þannig að þú getur tekið ferðaáætlunina, sér sniðana og þarna ertu búin að búa til ákveð svona confidence, sér þetta vara sem virkar, nú bara treysti ég þessum ferðaáætlunarsmið og ég ætla að biðja hann að búa til ferðina fyrir mig og ég treysti því að þetta sé verið ekki eitthvað heldur kjaftaði. Þannig að það kemur svona alvöru til það og maður svona, já, byrju, hvað er þetta? Jú, þessi áhrifavaldur, hann sagði þetta, ég ætla að færa þetta aðeins fyrr, en ég, Siggi frændi, hann fór til Japans og hann fór sushi-stað og ég ætla að bæta honum við, já, það er ekkert mál, tekið hann okkar grunni, bætt honum við inn í kerfið og þarna eru þessi líka með afþreyingar, hérna er Japans matreiðslunámskeið sem getur bætt við, við erum með 1000 afþreyingar og stakaferðir sem getur bætt við og síðan alltaf svona síðasti dagurinn, þriðju dagur, ég eiga þennan dag fyrir mig en Gunna frænka, hún sagði ég yrði að borða japanska mat, þannig ég ætla að spurja nú treysti ég þessum ferðasmið, er eitthvað japanstöður, við fáum alltaf þessar spurningar og við erum alveg með djúpan grunn af bestu veitingastöðunum sem hægt er að fara á og þessu, herru, já, við ferðasmiðurinn hugsa, herru, Ginsa íbyggi, það er til staður sem maður getur skoðað, herru, mér líst bara vel á þennan stað, getur ekki bara bætt honum við. Aftur þetta lítur ekki út fyrir að flókið, en að taka eitthvað úr mörgum byrðakerfum, setja áætlun úr og vinna með gervigreind er eitthvað sem þessi maður svarar hvernig við gerum. En sem ætla að flækja þetta ennþá meira, þá er mjög vinsælt í Japan svona kappakstursbílar, Mario Kart, þú getur farið í svona go-kart-bíl í svona Mario búning, það er mjög vinsælt og þú spyr, herru, ertu með svona Mario Kart? Það er allir að tala þetta. Herru, jú, byrjuðu svona að skoða það, þú ert þess að 3 daga í Japan, herru, við sjáum að það er einmitt laust fyrsti daginn, 7. janúar, herru, ég ætla að taka það, ég ætla að bæta bolla frænda með í ferðina, sem er líka mjög flókið að gera, og búm, það er komið inn í ferðaáætlunina. Og það sem er svona beauty við þetta er að við höfum check-out-ferlið mjög einfalt, þú getur látið senda töskuna milli hótela, þú getur pantað lesta með það, skoða hótelin og síðan þegar þú bókar þetta, þá bókast allt sjálfkrafa. Þannig þetta er mjög svona skalalegur business sem við erum mjög stolt af, en ég get ímyndað mér að þessi mörg að hugsa sem við fáum mjög oft frá fólki, ok, þetta er rosa flott hjá okkur strákar, en eru agentinni ekki bara að fara að gera þetta? Þú veist, eru agentinni ekki bara að fara þú veist, þú ert bara í símanu, þú ert að fá Tókjó, Kjótó og þeir bara ná í, þú veist, ferðaáætlunina frá Joe McGregor og þinni síðu og ódýrasta hótel í Tókjó og Booking.com. Sko, við tökum alveg undir þetta sjónarmið og þess vegna erum við að búa til eitthvað sem kallum verkfærakistu og þessi verkfærakista er kista sem ferðasmiðurinn okkar sækir öll hótelin, afþreyingarnar, upplýsingar Japan. Það er alveg lykilþáttur í okkar vöru sem Óli fyrir yfir hvernig við höfum þróað. En það sem mun líka verða að
Kistan okkar getur tengst agentunum í gegnum svo kallar Motel Context Protocol sem við köllum Zero-bassi sem á japönsku, það japönsk bogabrú á íslensku. Og það sem okkar markmið er einfaldlega þetta, við ætlum að vinna risana, Booking.com og aðra risa, það bara, við erum í þessu út af því með það markmið og þið sem bara, það ekki að fara að vinna Booking.com, hvað þessi gaur að rugla? Jú, en öll þessi risar, Booking eru með hótelin, síðan annað fyrirtæki sem afturrengar sem heitir Get Your Guide, síðan eitt fyrirtæki með öllu reviewin sem TripAdvisor. Það enginn búinn að ná að böndla þessu öllu saman og þróaða verkfærakistu eins og okkar, allir fastir í einhverju legacy-kerfum, þannig við ætlum að búa til þróaðri verkfærakistu. Við höfum trú á þessu mannlega þætti, að því að allir eru svona gervigreindir, við höfum svo trú á því að fólk hugsa, ég vil fá eitthvað svona authentic, ég vil fá að vita, ég held að fleiri treysti Joe McGregor þegar sjá myndin af henni og börnunum hennar en einhverju Jóni frá Nýja-Sjálandi sem búinn að skrifa review á Booking.com. Með sama hætti og Dr. Kristoff tala AWS með customer support, við teljum að þurfa að vera blanda af gervigreind, eins og við erum að gera, og Japans sérfræðingum. Og að lokum þá teljum við ennþá vera nauðsynlegt að vera með áreiðanlegt .com eins og trip2japan.com brand og ánægð viðskiptavini. Við getum alveg búið til flottustu travel tech-lausn, gervigreindarlausn í heimi, en ef þú ert ekki með ánægð viðskiptavini, þá fólk ekki að fara til þín og þá eiga erindrekar ekki að fara að gera það heldur. Ég ætla að leyfa Óla núna að taka við og fara yfir hvernig við erum að gera þetta. Já, takk fyrir það. Þetta gaman sem að geta, við gerðum þessa bókunavél á cirka 3 mánuðum. En hérna svona típisk saga eins og Bolli talaði og fólk byrja alltaf á. En þriðjudagskvöldið í síðustu viku þá fór rekstrarstjórinn okkar Konráð að sofa klukkan 11 sem frekar seint hjá honum. Og þegar hann vaknaði morguninn voru 3 blokkfærslur tilbúnar til yfirferðar fyrir hann. Samkeppnisgreining á samkeppnisaðilum okkar tilbúnar og líka 2 buggar í SEO vandamálum hjá vefnum okkar, forritið og komin í kóðarínni. Þið mögulega ímyndið ykkur snjalla fulltrúa sem fikk lista frá Konráð að fara að sofa, en þetta ekki alveg þannig. Það var engin manneskja sem skrifaði neitt lista. Gervigreindarfulltrúar leituðu sjálfir eftir vísbendingum að vandamálum og þegar eitthvað leituðu þessu tækifæri að vandamál, þá var það verkefni. Það fór til réttra fulltrúa með skýrum mörkum hvað mátti klárast og svo þegar Konráð vaknaði, þá þurfti hann bara að samþykkja eða hafna breytingunum. Ég heiti Ólafur Nils og ætla að segja ykkur aðeins frá því hvernig þetta var daglegt brauð hjá okkur hjá Trip2Japan. Kjarninn er þessi, gervigreind breytir fyrirtækjum ekkert að sjálfu sér. Það sem skiptir máli vinnulagið kringum gervigreind, hver má setja verk af stað, hvað má klára sjálfkrafa og hvað reglunar og manneskja grípa inn í. Og hjá okkur birtist þetta skýrast á 2 stöðum. Fyrst í hugbúnaðarþróuninni, hvernig kóðið verður til og hvernig hann prófaður og hvernig hann fer í framleiðslu og svo líka í daglegri vinnu innan fyrirtækisins. Og fyrir hugbúnaðarþróunina. Gervigreind gerir hugbúnað ekkert ókeypis, en hún breytir tímanum milli hugmyndar og raunveruleika. Verkefni sem tóku einu sinni 6 mánuði geta orðið að 2 vikna verk í dag. Verkefni sem tóku 2 vikur eru orðin kannski dagsverk. Og stundum kemur upp hugmynd hjá okkur í morgunkaffinu og komin bara í lofti til viðskipta eftir hádegi. Og þannig breytir svolítið spurningin sem fólk þarf að spyrja sig að í hugbúnaðargeiranum. Þetta ekki lengur getuuppbyggt þetta. Verður þetta ennþá valid eftir 6 mánuði ef þetta tekur 6 mánuði að gera þetta? Ef markaðurinn og varan og viðskiptinir eru búin að breytast hraðar en ferlinn á þér, þá vandamálið ekkert kóðinn eða hversu lengi eitthvað að vera til, heldur ferlið sjálft. Þess vegna þarf að endurhugsa hugbúnaðarþróunina, ekki bara tólin, heldur umgjörðina, verkstjórnina og markmiðin. Það sem gerist er að vinnulagið breytast í takt við nýjan hraða. Hjá okkur eru bara 2 forritara í fullu starfi, það Jökull tæknistjórinn okkar og ég. Og frá ársbyrjun höfum við gefið út 950 útgáfur eða uppfærslur á vefnum okkar. Það rúmlega 51 útgáfur á viku og 10 á hverjum vinnudegi. En svona gerist ekkert að sjálfu sér. Þetta krefst umhverfis sem skilvirkt. Fyrsti hlutinn af skilvirku umhverfi umgjörðin eða harness eða beisli eða hvað sem fólk vil kalla þetta, ekki módelið sjálft. Það sem heldur utan módelin þegar þeir eru að vinna. Það eru leiðbeiningar, verkfæri, heimildir og kóðareglur. Umgjörðin segir agentunum með gervigreindarfulltrúanum hvert hann má fara, hvað má gera sjálfur og hvenær hann þarf að stoppa. Og við skiptum þessu í 2 lög hjá okkur.
Fyrra lagið samhengi. Við erum með mikið af leiðbeiningaskrám í kóðagrunninum sem útskýra hvernig kerfið virkar, hvaða verkfæri má nota og hvar á að stoppa. Og svo seinna lagið sem mjög mikilvægt, sem framfylgni eða guardrails. En við erum með mörg hundruð línur af kóðareglum sem að keyra hver einustu breytingu og koma í veg fyrir feilspor. Leiðbeiningarnar stýra bara fulltrúanum, en kóðareglunar harða línan og koma í veg fyrir að hann fari í raun og veru langt út fyrir línunum svona. Hérna eru 3 stutt dæmi bara reglur hjá okkur í kóðanum, þetta náttúrulega mjög tæknilegt, afsakið það. En skrár með ekki meira en 500 línur, af því að það neyðir fulltrúana þeir eiga til að búa til bara eitthvað spagetti. Og þetta neyðir til að skipta vinnunni niður í minni einingar sem auðveldara fyrir okkur að fara yfir. Við setjum líka mörk á flækjustig, af því að þeir eiga líka til að gera ótrúlega flókin kóðasöndum. Þannig að við setjum þak á það og líka hversu djúpt rökflæði má vera. Ef breytingin þarf of margar ákvarðanir á öðmörgum lögum, þá þarf fulltrúin að brjóta þessa lógík niður. Og svo bönnum við líka svona óljósar flýtilega, þar sem að kóðinn, maður getur ekki horft á hann og hugsa, já, hann að gera þetta. Og reglun hjá okkur bara einföld. Ef að fulltrúar eiga að geta unnið hratt, agents, þá þarf kóðinn að vera í litlum bitum sem hægt að skilja, yfirfara og laga, af því að óljós kóði bæði erfið fyrir gervigreind og okkur líka. Og svo það verkstjórnin í kringum þetta. Hraði byrjar ekkert á því að laga eitthvað. Fyrst þarf plan, hvað á að breytast, hvernig við vitum það tókst og hvar má ekki taka sénsa. Og svo tekur sinfóníustjórinn við, eða orkestreiturinn hjá okkur. Hann brýtur verkið niður í smá verk sem að keyra samhliða mörg í einu. Einn fulltrúi forritarannuru skrifar og svo annar sem fer alltaf beint eftir yfir það. Og hann metur hvort að verkinu var lokið, þessu litlu bút. Ef ekki, þá fer það aftur í röðina með athugasemdum og fer áfram. Og þegar þetta allt stenst, þá fer þetta inn á GitHub hjá okkur. Það sem að 5 mismunandi review agentar fara yfir kóðan og meira en 200 sjálfvirk próf keyra. Og svo náttúrulega kemur manneskinn í endan og tekur loka ákvarðanir þetta. En þannig verður hraðinn að einhverju ferli sem þetta treysta. Og þegar svona umgerð til, þá má breyta svolítið hver getur sett vinna stað í fyrirtækinu. Þetta þarf ekki lengur að vera endilega eitthvað sem kemur frá forritara eða hugbúnaðarsérfræðing. Starfsmaður hjá okkur getur skrifað á Slack, bara þessi takki hérna virkar ekki. Fulltrúi tekur upp hjá okkur, agent, les lýsinguna og grefur inn í kóðan hjá okkur og reynir að finna út hvað þetta og býr til miklu nánari lýsingu á vandamálinu. Það fyrir svo áfram, aftur í sömu lykkju og við vorum að horfa á hann. Og lokin kemur svo aftur manneskja, ég eða Jökull, og athugum hvort að vandamáli sé leyst. Og þannig færist fókusum frá kóðanum yfir í vinnuna sjálfa. Hvernig hún byrjar, hvert hún fer og hvar manneskja tekur við. Og það var næsta spurningin, af hverju að stoppa þarna þegar hún kom með svona ferli. Við fórum að nota sömu hugsun í daglegri vinnu fyrirtækisins. Verk kemur inn, fulltrúi fær hlutverk, kerfið segir hvað má klárast sjálfkrafa og hvar manneskja þarf að samþykkja eitthvað. Og þá þetta ekki lengur bara hugbúnaðarþróun, heldur hluti af fyrirtækinu og nýtt vinnulag fyrir fyrirtæki. Þetta mynd af skipuritinu af fulltrúakerfinu okkar. Það lítur út eins og skipurit fyrir manneskjur af því það virkar nákvæmlega þannig. Efst forstjórinn, undir honum tæknistjóri, verkefnastjóri og markaðsstjóri. En eins og í lífinu þá eru titlar ekki það mikilvægasta, heldur hvað inn í hverjum kassa, hvert verkefni fyrir næst og hvar manneskja þarf að taka við. Og hérna dæmi svona sem gerist inn í þessu kerfi hjá okkur að allan sólarhringinn keyra mismunandi fulltrúar. Þeir finna vandamál, til dæmis í leitagögnum eða hvar við erum að standa okkur illa, koma með tillögur að CMO-num, hann velur eitthvað hvað þess virði að vinna áfram og þá fer vinnan áfram til dæmis að bæta content hjá okkur. Þetta fer allt áfram, þá til að mennskur ritstjóri samþykkir að biðja breytingar og svo fer þetta bara út. Og í þessu ferli höfum við líka rekið okkur á ýmisleg vandamál í miklum tilrauna ævintýragír. Þegar við setjum gervigreinda svona fulltrúa í hlutverk, þá erum við væntingar hvernig þeir haga sér og það skiptir máli líka hvernig hann haga sér í því. Við byrjuðum með Codex sem forstjórinn hjá okkur, áalega rólegur og bara beið eftir öllu og fylgdi reglunum og engin áhætta. Og það svona það sem maður vill kannski. Svo setjum við Claude í sætið. Svo nokkru klukkutímum síðar, þegar Conny var sofandi, að þá biðu 5 svona samþykktabeinir að þurfti að fá manneski inn. Og á miðanótt, en Claude var að hugsa bara allt inni meðan hann var að keyra og hugsaði, það allt tilbúið, af hverju enginn að svara mér, hvað að gerast? Og svo svo sá maður bara hvernig hann bara að hugsa, og hann sagði bara, herri, það eitthvað bilað, ég ætla bara að setja þetta út.
Þannig að þegar við vöknum og mættum í vinnuna, þá var hann búinn að setja út bloggreinar og meira segja líka að mergea kóða og alls konar svona. Þannig að það var alveg svolítið rosalegt, sko. En hann lærði mjög mikilvæga leksíu bara, sem þessi umgjörð og við erum bara ráð í starf þegar við erum komið með svona kerfi. Og einföld fyrirmæli virka ekki og hann þarf starfslýsingu, skýr mörk sem segja hingað ekki lengra og fókusin í okkur fór svolítið eftir þetta klótaævintýri að það skiptir ekki máli endilega hvað módel, en það endar að gera það þarna svolítið, heldur hvað málin eru klárast sjálfkrafa og hvar þarf manneskja á endanum að stíga inn. Ef ég var að byrja ykkur á morgun í ykkur svona vegferð, þá myndi ég ekki byrja ykkur mega átaki, eða gervigreindar átaki. Ég myndi velja eitthvað vinnuflæði sem skiptir máli í fyrirtækinu og nú afmarka til þess að fylgjast með. Ég myndi skrifa starfslýsingar, mörkin og staðina þar sem að kerfið á að stoppa á hann ég fer eitthvað dýpra í val á módeli og ég myndi mæla þetta allt. Hversu hratt kláraðist þetta, hversu oft þurfti manneskja að grípa inn í og hvað lærði kerfið fyrir næsta hring, því að takmarkið náttúrulega að þetta keyrir sig bara sjálft. Þú vilt ekki alltaf þurfa að stíga inn í þetta. Og Jón Leifur hjá Abró getur mögulega að hjálpa ykkur með þetta. Það sem ég ætla að skilja ykkur bara eftir með eina setning í rauninu. Ekki setja gervigreindina ofan á gamalt vinnulag. Hönnum vinnu upp á nýtt, þannig að kerfi vinni það sem það má vinna og manneskju kom inn það sem það skiptir mestu máli. Það hagnýting gervigreindar.